Heyrðu, Hilmar Björnsson, bara segðu mér frá því, þú ert hérna á vegum RÚV Já. og bara, já, hvert er þitt hlutverk? Ég íþróttastjóri RÚV og ég búinn að vera stjórna þessari útsendingu núna undanfarin ára en ég svona hleypa öðrum að og svona... Ertu með mann í þjálfun? Þetta svo góði strákar sem að gera þetta og þannig ég svona bara að halda utan mannskapinn og vera til hals og trösts, þess að segja. Já. Er einhver nýbreytni á ykkur í RÚV á þessu ári versus í fyrra til dæmis? Við reynum alltaf að bæta okkur frá ári til árs. Við erum núna með svokallað teikniforrit þar sem að þeir sem lýsa, Jón Júlíus og Óli, þeir geta teiknað inn á brot í flötunum og vindátt og annað slíkt og svo erum við svona shot tracer sem að fylgja boltanum eftir sem að erum svolítið að tryggja okkur áfram með og það gekk vel í gær og verður flott um helgina. En þetta, við erum hérna á sviðinu bara núna og risa skjár hérna. Er þetta eitthvað á ykkar vegum eða er þetta bara raun Keili sem er með þetta? Já, Keili er með þetta en þeir fá þessar upplýsingar sem ég sjá hérna á skjánu beint frá okkar útsendingu. Já. Þannig að, þú hefur alveg hort á golf í sjónvarpi, væntanlega. Er þetta ekki bara farið að verða svona alltaf því á pari við það besta sem gerist eða hvað? Það er náttúrulega mjög áhugavert að vita til þess að þetta held ég eina svona áhugamanna golfmót sem sýndir í heiminum í beinni útsendingu. Það er bara þannig? Það er bara ekki, ég veit ekki neitt annað áhugamannamót sem í beinni útsendingu. Og við erum náttúrulega með miklu minni búna heldur en gengur gerist erlendis og svo er kannski líka sérstakt að við erum að fylgjast með konum og körlum á sama tíma. Já. Það er náttúrulega ekki algengt erlendis. Nei, mótin eru bara annarkvort kallamót eða kvennamót þar, já. Þannig að þú verður að vera á tánum og fylgjast með og mátt ekki missa höggi sem skiptir máli, þannig að það er mikilvægt. Ok, núna datt mér snilldar spurning í hugaldi. Hvort er meiri munur á milli Rory og bara Arons Íslandsmeistara eða Axel sem er að leiða mótið eða á Sky og RÚV? Ég held að það sé meiri munur á Sky og RÚV. Er það? Ég held það. Já, þeir eru náttúrulega... Þessi strákar og stelpur sem eru að spila þeir eru náttúrulega þvílíkir snillingar, Ég fekk nú þann heiður að spila með hennar völl á miðvikudaginn var. Já. Og var í hálfum í Dagbirti. Já, var Dagbirti með ykkur, já. Ég ætlaði að fá að spyrja út í það, ef við kannski bara komum okkur á því. Þú varst í liði, hvað hét liðið? Hvað fjölmiðlaliðið það? Fjölmiðlaliðið, ég og Gunnar Birgisson fyrir hönd RÚV. Já, og Páll okkur Ketilsson, eigandi Kilvings. Ég skil nú ekki, ég hef ekki verið settur í þetta lið. En hvað, sagan segir að þú og Gunnar hafi dregið vaktir. Var Palli bara ekki að gera neitt? Nei, Palli var góður. Var það góður? Það er mjög frábær Kilvingur og maður sér það alveg að hann hefur gert þetta lengi. Við skulum ekkert vera, hann er nógu groppinn fyrir mig, við skulum ekkert vera, nei. Já, þið stóðu grunlega vel, tókuð annars setið ekki? Jú, við erum öðru setið en bara gaman að fylgjast með Dagbjarti, fylgir hæfileikar, þessi strákar eru með, Má nánar segja að þeir sé að spila aðra íþróttheldur en við hinnir? Já, hann átti ekki eitt feilhögg á hringnum og það var bara stórkurslegt og golfið bara í þvílíkri siglingu á Íslandi. Það er rosalega meðferð með golf. Björst, alveg klárt mál, Já, en svona íþróttuunnendur, þeir muna nú sannlega frekar eftir þér í svarthvítum KR-búningi. Þannig að þú varst nú, hvort, ertu orðinn betri Kilvingur en þú varst sem fótboltamaður? Ég veit ekki, ég er með 10-7 núna, en Nei, þú hlýtur að svara, þú varst Íslandsmeistari nokkur sinnum. Ég var Íslandsmeistari einu sinni, bikarmeistari 2 sinni. Já, í fótbolta. Já. En þú ert ekki líklegur til þess að fara að landa Íslandsmeistaratitli í golfi eða? Nei, aldrei. Þannig að þú varst betri fótbolta. Heyrðu, já, við skulum kannski ekkert vera að hafa þetta neitt miklu lengra hérna, en ég meina, hvað getur RÚV gert meira til þess að bæta umgjörð? Ég held að ég var á mótinu fyrra inn í Keflavík í Leirunni og mér finnst þetta bara strax vera komið á annað level. Þú veist, hvað væri ennþá meira? Hvað getur RÚV gert meira til þess að... Við erum bara alveg í botni með starfsfólk og græjur, Já. Þú veist, þannig að það er einhverjir stælar hér og þar, sitja litlar linsur, litlar kamerur í glompurnar. Já. Það er skemmtilegt. Einmitt.
Við erum að nota dróna núna sem að fljúga yfir svæðið, þannig að það gefur sér mjög mikið. Svo þetta bara svo fallegt og frábært veður og það munir öllu. Það ekki gaman að mynda gólf í roki og rigningu. Nei, nákvæmlega. En þessi spurning milli Sky og RÚV, það eiginlega ekki hægt að bera þetta saman. Sky nú sannlega með aðeins meira budget heldur en RÚV. Við erum að fylgja núna, bara út frá mannafla og tækjum og tólum, þá erum við að fylgja eftir 10 brautum. Já. Á meðan Sky og fleiri eru með miklu fleiri kamerur og er að fylgja öllum 18 brautunum, þannig að það stór munur. Já, en myndir ekki halda það að sé bara þeir sem hafa áhuga á golfi og það bara orðin rosalega, það mikill meðbyr með golfíþróttinni á Íslandi, þannig að þeir sem ekki bara stattir hérna á staðnum, ekki RÚV bara að fá met ávart bara hérna og þá kylfingu líka að horfa að vita eins og þetta. Það kemur í ljós á mánudaginn. Herru, takk hérlega fyrir spjallið. Ekki máli. Nei. Það vona að fá maður að sjá þetta aftur. Ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem við sjáum holu í höggi í beinni útsendingu í Íslandsmótinu. Algjörlega. Það bara svoleiðis. Og þegar ég ræddi við þig hér fyrir móta þá varstu alveg með þá hreinu það yrði ás í þessu móti. Já, engin spurning. Þegar þú ert með svona góða kylfinga út allan völl, á hverju áttu eiginlega að vona á. Já. Heiðar Snær Bjarnason frá Selfossi. Slá þetta högg á móti þéttum vindi. Þetta gerir Heiðar Snær gífurlega vel. Höggi hér í beinni útsendingu. Hola í höggi hér í Íslandsmótinu. Þetta var alltaf í þvílíkt högg. Já.